Já, hér erum við með splunkunýjan Opel Corsa E, rafmagnsbíl, 100% rafmagnsbíl frá Bílabú Benna. Þetta er alveg meiri háttar bíl. Þetta er lítill borgarbíl sem hefur alveg sérstaklega góða drægni. Við erum að tala um 330 km samkvæmt VFLTP staðlinum og miðað við kannski bestu aðstæður þá væri kannski þessi bíl að ná 250, 60. Það fer allt eftir veðri og vindum. En rafhlaðan í þessum bíl rúmar 50 kWh. Hann er 7,9 sekúndur í 100, þannig að það er alveg nægt afl. Hann hefur gott tóg. Hann er ákaflega þægilegur í akstri. Stífleikinn er alveg nægjanlegur. Hann er ekki hastur, hann er heldur ekki mjúkur. Hann leggst ekki í beygjurnar og það er mjög gott að keyra þennan bíl í borginu og það sem við tökum eftir er að þessi bíl er að koma inn á markaðinn. Þetta er eiginlega minnsti rafbíll með Honda E, þó að Honda E hafi minni drægni að þá er þessi bíl ákaflega þægilegur fyrir þá sem að vilja kannski nota bílinn sem vinnubíl og keyra í borginni á daginn eða þurfa jafnvel að fara hérna eitthvað aðeins út fyrir eins og til Keflavíkur eða Hveragerðis og Þorlákshafnar og eitthvað slags. Það getur verið ákaflega sniðugur fyrirtækjabíl nú eða annar bíl á heimili. Jæja, talandi um plássið, það fer bara mjög vel hann hérna. Þetta eru sko sætin, seturnar í þessum bíl, þær eru bara alveg frábæra. Það ná hérna mun lengri en á mörgum miklu stærri bílum. Við vorum að prófa bíl daginn og þú veist það sem að fór í taugarnar á manni að seturnar voru ekki nógu langar. Fyrir mína parta þá vil ég geta hækka sætið, það er að hækka og lækka sætið hérna og ég get fært sætið talsvert aftar sem þýðir það að ég get setið í bílnum bara eins og mér nánast langar. Það sem að mér finnst eins og já, þetta er mjög þægilegt. Ef við berum þetta saman við Honduna sem er svona kannski aðal samkeppnisaðilinn með við stærð og hérna, já, segjum rafmagnsbíl, 100% rafmagnsbíl, þá erum við að tala um að Hondan er kannski með ívið meira pláss hérna en hún er með mun minni drægni. Þetta er sem sagt, sætin í þessu mjög góð, drægnin er fín, þetta er góður kostur, þessi bíl er ákaflega góður kostur. Ég myndi segja það að þetta væri fínn bíl fyrir stóra fjölskyldu, þar sem eru 2 bílar á heimili, það er mikið að skutla börnum í skólan og íþróttir og það er nóg pláss hérna aftur í. Já, hérna erum við með farangursgeymslu sem er bara þokkalega stór. Við erum að tala um 309 lítra og það er hægt að fella niður sætin 40-60 sem er mjög þægilegt því að þá geta jafnvel 2 eða jafnvel 1 fullorðinn setið hér þó að bílinn sé með sætin felld niður. Og takk ég eftir hérna hönnunina á þessu. Smart hérna, 2 tóna litasamsetning, svartur ofan og appelsínu gulur eða órans hérna að neðan og línan er mjög falleg í þessum bíl. Þið sjáu það. Smartur lítill borgarbíl frá Bílabú Benna, Opel Corsa E, 100% rafmagnsbíl. Geggjaður. Já, við erum hérna í normalstillingunum núna. Ok. Hann er svolítið hægur á bræðstíði, eða svona, Já. Bara svona þægilega samt sko. Og við erum með 50 kWh rafhlöðu í þessum bíl. Það er 50 kWh rafhlaða. Ja, hann er bara mjög þægilegur að keyra. Dregst vel við stýrið og svona. Já. Þetta er náttúrulega bíl sem er í svipuðum flokki og Honda E sem við vorum að prófa daginn. Já. Glugginn er svolítið svona lítill samt sko. Já. Það er ekki svona sérst sjálf nógu vel út, er samt alveg nóg sko. Já. Miðað við svona smá bíl svona. Já. Þetta er náttúrulega svona borgarbíl, svona smá bíl. Já. Þetta er hugsaður sem borgarbíl en hann er samt með meiri drægni heldur en Honda E. Og hann er hérna skal ég segja, það er ekki djúpt hérna neitt mælaborðið, frekar stutt út. Situr nokkuð vel í honum, hátt svona, sætin er ágætt eða ekki? Jú, mjög þægileg. Svo erum við með hérna takkastýrða
miðstöð og hlöðs hérna sem er náttúrulega þægilegt líka. Allt til alls í þessu. Já. Fór hérna yfir hraðaendrun, hann er bara þokkalega mjúkur. Já, eða bara svona eins og borgarbílar eru bara svona. Já, hann er ekkert stífur sko. Nei. Ég ætla að setja í sportið hérna. Já, heyrðu, þá er þetta bara svo lítið raketta. Hann er 136 hestöfl þessi bíl og rafhlaðan er 50 kW og hann á að gefa sem sagt drægnu upp á hvað? 330 km. Það þýðir kannski svona 250 í raundrægni. Já. Það er akkurinn aðstoð á honum. Við ætlum að sjá hvað það er limiter, hraða limiter á honum. Og svo er, já, það er cruise control. Sjá, hann er fínn í beyjunum, hann leggst ekkert í beyjuna eiginlega. Það fá spólverðir í gang. Ég er svona aðeins að leyfa honum að finna fyrir því. Það er blautt vegyfirborð, þannig að það passa sig. Já, við erum búin að vera með hennar bíl síðan í gær líka, fullaðinn, og hann er að sýna núna 130 km. Hann er rétt tæplega hálfur, þannig að þetta er rosa fínt alveg. Og þessi bíl og Hondan eru svona, fyrstu svona raunverulegu borgarbílarnir sem eru konir á markaðinn, sem eru bara hugsaði fyrir svona snatt. Hinir eru talsvert stærri, sko. Já. Og þessi drægni er mjög mikil miðað við svona lítinn bíl hugsaði svona fyrir borgarumferð, eða ekki? Jú, finnst það. Reyndar finnst mér að sko fótaplássið að leið og það kemur eitthvað hérna við mig og ég vil hafa alveg gríðarlega mikið fótapláss. Það er til dæmis í Honda E-bílnum, þá er meira fótapláss. Þú getur alveg liggur við sett fótinn hérna alveg sko undir hvalbak, sko. Það er mjög þægilegt. Ég er allavega, og svo er í þessum bíl er svona armpúði, bara mjög þægilegt að sitta hérna. Og eins og ég segi, þetta er alveg topp borgarbíl, alveg meira á þetta flottur.